Mér finnst ég varla heill né hálfur maður og heldur ósjálf bjarga því ver. Ef værir þú hjá mér vild ég glaður verða betri en ég Eitt sinn verða allir menn að deyja Eftir bjartan daginn kemur nótt Ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt of fljótt Við gætum sungið, gengið gleymt okkur hjá blómunum eitthvað ráðið stjörnumál gengið saman hönd í hönd hæglátt farið niður á strönd fundið stað sameinað beggja sál Horfið nú sumarið og sólin Í sálu minni hefur gríma völd Í æsku léttu ís og myrkur jólin Nú einn ég sit vetrarkvöld Eitt sinn verða allir menn að deyja Eftir bjartan daginn kemur nótt Ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt of fljótt Ég gái út gluggann minn hvort gangir þú hliðið inn Mér alltaf sýnist ég sjái þig Ég rýni út rimurnar Ég reyndar sé þig allstaðar Það næðir hér þá napurt og nístir mig
Já, kæra fjölskylda og vinir Óskars Þórs. Við komum saman til kveðjustundar og öll getum við tekið undir það að til þessara stundar komum við allt og snemma. Og það eru margar tilfinningarnar og margar spurningarnar sem leita á hug og hjörtu á stundu sem þessar og því miður verða svörin, þau verða afskaplega fátækleg. En nú komum við saman, kveðjum og minnumst og þökkum allt það góða sem að Óskar Þór gaf með sinni ævigöngu. Og mér langar til þess að í upphafi þessara stundar að benda ykkur á gestabækurnar sem í þessu formi og í hverjum bekk fyrir sig, þar sem að hugsun sú að hægt að skrifa þar, bæði nafnið sitt með einföldum hætti og líka jafnframt ef að klíjar kveðjur til fjölskyldunar. En auk þess að þá biðjum við ykkur að fylla út önnur blöð sem eru á bekkjunum, sem eru hugsaðir vegna sóttvarnarreglna og verða afhentar smitrakningateymi ef að smit kom upp. En þessara stundar skulum við njóta í þakklæti fyrir allt það góða sem að Óskar Þór Óskarsson gerði og gaf. Amen. When I think of angels, I think of you. And your flaming red hair and the things that you do. I heard you had left, no it couldn't be true. When I think of angels, I think of you. Godspeed to you, angel, wherever you go. And although you have left, I want you to know our hearts full of sorrow, I won't let it show. I'll see you again when it's my time to go. When I think of angels, I think of you. With a smile on your face and the things that you do. I heard you had left, no it couldn't be true. When I think of angels, I think of you. Oh, when I think of
þegar maður fetar sig eftir stíg sorgar og söknuðar, þegar maður að takast á við þyngstu verkefnin á ævigöngunni, þá skortir manni oft orð til þess að lýsa því hvernig manni líður, hvað maður að hugsa, já, hvað býr í brjósti manns. Og þá getur verið gott að leita í smiðju þeirra sem eru orðhægir og vanir því að koma tilfinningunum í orð. Og ég fann svo góð orð sem að lýsa svo vel, held ég, hug okkar allra sem hér erum við þessa kveðjustund. Ljóðlínur sem að Ingibjörg Sigurðardóttir skrifaði og hljóða svo: með ástarþökk ertu kvaddur í hinsta sinni hér og hlýhug allra vannstu fengu að kynnast hér. Þín blessuð minning vakir og býr í vinahjörtum, á brautir okkar stráðir þú yl og geislum björtum. Amen. Kveikjum eldana, það sem hjartað slær. Kveikjum eldana, það sem hjartað slær. Sjá heima ein og Herjólfsstað, það sem hjörtum slá í takt við allt. Segjaðinu rennur sem á huganum brennur. Hér í brekkunni, þar kveikjum við eld.
Þegar við kveðjum hann Óskar Þór, þá koma orðin úr Galatabréfinu í hugann. Orð sem að lýsa svo ótrúlega vel öllu því sem að Óskar tók sér fyrir hendur, því að hann var alveg óþreytandi til allra starfa. Það var í raun alveg sama hvað hann var að gera. Hann lagði hug og hjarta í öll verk og var ótrúlega, óbóðslega afkastamikill, og svo var hann líka bara svo stoltur af öllu sínu framlagi sínu hér á Vesturlandi. Enda þó hann ætti nóg eftir og ætlaði sér ýmsa hluti, þá var hann stoltur af því sem hann hafði komið í verk og sagði meðal annars að hann hefði rafvætt, símavætt, vatnsvætt og kynbætt mýrarnar. Og þess vegna fer vel að lesa þessu orð í framhaldinu þar sem hann segir: þreytumst ekki að gera það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við, meðan tími er til, gera öllum gott. Amen. Líkt og ástarljóð sem enginn fékk að njóta, eins og gulnað blað sem geymir óræð orð, eins og gömul hefð sem búið er að brjóta. Þar er ég, þar er þú, þar er allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Já, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og sumarást sem aldrei náð að blómstra, líkt og trega tár sem geymir falleg bros. Þarna er gömul mynd sem sýnir glaðar stundir. Þar er ég, þar er þú, þar er allt það sem ástin okkur gaf. Já, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Já, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og mynd sem bjó í vonarlandi þínu, eins og æsku þrá sem lifnar við og við. Býr þar sektarkennd sem ennþá nær að særa. Þar er ég, þar er þú, þar er allt það sem ástin okkur gaf. Já, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó
hann virtist við og við. Já, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann virtist við og við. Líkt og ástarljóð sem enginn fær að njóta, endar sem gulnað blað, geymir óræð orð, eins og gamalt heit sem búið að brjóta. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Einn þekktasti textinn í þessari góðu bók hefur verið kallaður Óðurinn til kærleikans. Og það fer vel á því að fara með þann texta hér. Eins og vitum að þá var Óskar Þór þannig gerður að hann var alltaf boðinn og búinn til þess að vera til taks og hjálpa til hvar sem hann gat. Og svo er líka minnt á það að þegar það dimmir yfir á lífsins göngunni, hvað eru minnt á afl kærleikans, hvað er gott að finna það að maður standi aldrei einn, heldur eigi vin og ástvini sem að standa með manni þétt og leyfa kærleikunum þannig að ráða för. En textinn hljóðar svo: þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádóm, skáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn er ekki raupsamur og hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki og er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt og umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen. No New Year's Day to celebrate, no chocolate covered candy hearts to get away, no first of spring, no song to sing. In fact, it's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true. Made of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say I do. I just called
No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, no evening time for birds to fly to southern skies, no leaving sound, no Halloween, no giving things to all the Christmas joy bring, but what it is, lonesome you, to fill your heart like no three words could ever do. Oh, I just called to say I love you. I just called to say I care. I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. I just called to say I love you. I just called to say that I care. I just called to say I love you. And I mean it. Yes, I mean it from the bottom of my heart. Við höfum með okkur þessar mörgu björtu minningar til þessara stundar. Leið og við höldum á sálmaskráni sem hefur að geyma myndir af þessum einstaka manni sem að Óskar Þór hafði að geyma. Og ef við horfum yfir myndirnar, það alltaf bjart yfir honum og það alltaf nóg að gera, hvort sem það til sjós eða lands. Og þessar myndir lýsa svo vel æviveginum, ævigöngunni og því sem var Óskari hvað dýrmætast, fjölskyldunni, afkomendunum. Já, hann kunni sannarlega að meta þessar gjafir lífsins. Og nú þegar við komum til þessar stundar, að þá erum við ekki með þessa hefðbundnu sálma. Það væri sannarlega ekki anda okkar manns að kveðja hann með þeim hætti. En það var hann að svo mörgu leyti einstakur og það voru svo margir sem fundu hvað var raunverulega gott að eiga hann Óskar Þór að. Í þessari bók að þar segir meðal annars bara góð lýsing á honum, það sem segir: traustur vinur örugg vörn, finnir þú slíkan, áttu fjársjóð fundinn. Traustur vinur verðmætari öllu og engan kvarða fæst gildi hans meti. Og það voru svo margir sem hafðu einmitt og akkurat þessa lýsingu á Óskari Þór. Traustur vinur. Og þess vegna það skarð sem hann skilur eftir, það stórt og það verður aldrei fyllt. En þegar að við syrgjum og þegar við söknum, að þá megum við ekki gleyma þeirri staðreynd, hvað við megum vera óumræðanlega þakklátt, hvað við megum vera óbóðslega þakklátt fyrir að fengið að eiga nákvæmlega svona mann að sem samferðarmann á lífsins göngunni. Svona mann sem að tók lífinu svo létt. Þennan mann sem tók ekki sjálfan sig eða samfélagið af neinni alvöru, heldur umfram allt, lagði sig fram að gera lífið dálítið skemmtilegt. Og þess vegna má draga svo mikinn lærdóm af lífinu hans Óskars.
temja sér gleðina, sem var alltaf alltumlykjandi hjá honum, húmorinn, já og gamansemina sem hann hafði atast í samferðafólkinu. Allt þetta og svo miklu, miklu meira til gaf hann með sinni ævigöngu og skartaði öllum þessum dýrmætu og góðu mannkostum sem verður saknað ókomna tíð. Þegar við syrgjum, þegar við söknum, skulum við þakka fyrir það allt. Leið og við tökum utan hvort annað og styðjum þannig hvert annað á vegi sorgarinnar, styðjum þannig hvert annað og leyfum kærleikanum að ráða för og finnum að það það afl sem sterkast af öllu. Amen. Óskar Þór Óskarsson fæddist þann 10. nóvember árið 1951 í Vestmannaeyjum. Hann var fjórði í röðinni af 7 börnum hjónanna Óskars Matthíassonar útgerðarmanns og Þóru Sigurjónsdóttur húsfreyju. Eldri bræður Óskars eru Matthías, Sigurjón og Kristján Valur og yngri systkinin eru þau Leó, Þórunn og Ingibergur. Óskar bjó öll sín uppvaxtarár í Eyjum. Hann hóf skólagönguna í barnaskólanum á staðnum og fór svo í gagnfræðiskólann. En þegar að hugurinn var ekki bundinn yfir námsbókunum voru viðfangsefnin af fjölbreyttum toga og meðal annars fór hann 6 sumur í sveit þar sem honum leið afskaplega vel innan menn og mállesingja. En að lokinni skólagöngunni þá lá leiðin út á vinnumarkaðinn. Þar sem hann vann fyrst við fiskvinnslu í frystuhúsinu og notaði svo tekjurnar vel, því hann ákvað að kaupa þar byggingarlóð í Eyjum og stafla af timbri svo hægt væri nú að byrja að byggja og var því orðinn formlegur húsbyggjandi aðeins 15 ára gamall, skynsamur strákurinn. En eftir að hafa starfað í fiski tíma, að þá lá leiðin auðvitað á sjóinn, en hann var nú reyndar ekkert óbóðslega lengi að finna út úr því að sjómennskan
hún átti ekkert sérstaklega vel við hann. Vegna þess einfaldlega að hann náði aldrei að sjóast og var jafn sjóveikur í síðasta túrnum eins og þeim fyrsta. Og þess vegna leið honum miklu betur með fast land undir fótum og fluttist í kjölfarið upp á land og fór þá fljótlega að vinna sem línumaður hjá rafmagnsveitum ríkisins. Þar starfaði hann ásamt sínum vinnuflokki vítt og breitt landið við að leggja rafmagnslínur sveitirnar. Og þetta var óbúslega mikil vinna sem að útheimti langar tarnir fjarri heimilunum hjá þeim sem þarna störfuðu. En svo gat þetta nú líka verið býsna skemmtilegt. Skemmtilegt fyrir unga menn, því þegar að færi gafst, að þá var hægt að kíkja á böllin í sveitunum landið. Og það gat nú reynst örlagaríkt. Í byrjun ársins 1973 kom vinnuflokkur frá Rarik í Lyngbrekku, þar sem þeir bjuggu á meðan þeir lögðu rafmagn í sveitina. Og í flokkinn að þá réðist nú einn bóndinn úr sveitinni sem var þangað fenginn til að drýja tekjurnar. Og hann var auðvitað staðkunnugur maðurinn, beðinn það að safna saman heimasætum úr sveitinni og koma með þær í Lyngbrekku og fara svo á ball í Valfelli. Það voru reyndar aðeins 2 heimasæturnar í sveitinni, en heimturnar voru góðar og þær fóru báðar á ball. Og önnur þeirra var Sigurbjörg Helgadóttir. Sigurbjörg Helgadóttir frá Tröðum á Mýrum. Og þarna á þetta kvöld, þá hófust kynni Óskars og Siggu sem stóðu svo næstu 48 árin. Og það alveg óhætt að fullyrða að það hafi verið þeim Óskar og Siggu báðum til heilla að þau felldu hugi saman, gengu í heilagt hjónaband og eignuðu saman 2 dætur, Katrínu Helgu sem gift Arnþóri Valgarðssyni og eiga þau börnin Birgittu Dögg, Daða Snæ sem lést aðeins 8 mánaða gamall, Daníel Smára og Stefán Kára. Yngri dóttir Óskars Þórs og Siggu Fanney Svala sem gift Snorra Elmarssyni og eiga þau Sölva, Nökkva og Elmar. Fyrstu mánuðina eftir að Óskar og Sigga hófu samband sitt, hélt hann áfram að vinna hjá Rarik og varði svo öllum mögulegum fríum sínum hjá Siggu sinni að Tröðum. En veturinn eftir að þá ákváðu þau að fara á vertíð í Vestmannaeyjum, þar sem var alveg ofboðslega mikið að gera. Því að vegna gossins sem var þar árin og undan var einungis hægt að notast við 2 af 4 frystihúsum á staðnum og minni mannskapur en alla jafna, en aflinn, hann var jafn mikil ef ekki meiri. Og þess vegna safnaðist drjúgur sjóður inn á bókina. Þessi sjóður, ásamt svo sölu andvirðið af byggingalóðinni sem hann hafði keypt þarna 15 ára, var svo notaður til þess að til að fjárfesta þetta og kaupa gröfu sem að Óskar gerði svo út næstu 4 áratugina. Hann hafði nefnilega í vinnu sinni fyrir Rarik komið auga á að það væri óbúslega gott að hafa gröfu þarna við hendina. Og þetta átti berlega eftir að koma í ljós eftir hann hóf gröfu útgerðina. Því að fyrstu árin vann hann svo að segja eingöngu fyrir Rarik. En svo áttu verkefnin eftir að verða fjölbreyttari, ekki síst í þágu sumarbústaða eiganda, þar sem hann var bæði að grafa fyrir sumarhúsunum, rótróm eða öðru því sem að til féll. Það var alltaf nóg að gera. Óskar og Sigga bjuggu fyrst sinn í Tröðum, en fluttu svo í Borgarnes og fengu svo úthlutaðri lóð í hinni nýju Bjargslandi í Borgarnesi. Þau voru spennt að byrja að byggja. En það sem að tafði þau fyrstu vikurnar var í rauninni alveg ótrúlegt. Það sem tafði þau var það að á lóðinni stóð braggi sem gerði það að verkum að það var ekki hægt að mæla upp lóðina. Og það var alveg sama. Það var alveg sama hvað okkar maður reyndi að ýta við skipulagsyfirvöldum, fara niður á bæjarskrifstofu trekk í trekk.
Alltaf að sama svarið, bragginn stendur á lóðinni, það ekkert hægt að gera. En okkar maður, hann tók þá bara málin í sínar hendur. Hann fór að lóðinni, að bragganum, á gröfunni og lyfti honum upp á vörubíl sem hann hefði fengið lánaðan hjá föður sínum. Og þannig voru málin úr sögunni. Og þegar hann mætti svo bæjarskrifstofurnar daginn eftir með þau tíðindi að hvort nú væri ekki hægt að byrja að mæla upp. Bragginn stendur á lóðinni. Nei, hann farinn, heyrðist í okkar manni. Og enginn skildi neitt í neinu hver væri svona framtakssamur í bænum. En loksins var hægt að hefja einhverja framkvæmdir sem gengu svo vel að aðeins nokkrum mánuðum síðar var húsið risið og næsta árið og eftir var svo notað til að klára húsið að innan þannig að hægt var að flytja inn sem allra fyrst. Og þarna gerðu þau Óskar og Sigga sér svo hlýlegt heimili ásamt dætrunum og bjuggu þar áratugaskeið og voru það svona frumbyggjar í Bjargslandi. Þeim leið vel í Borgarnesi, en þó var það nú þannig að Óskar þurfti ofta að fara talsverðan spöl til vinnu, því hans vinnusvæði var svo að segja allur Borgarfjörðurinn og jafnvel víðar ef að svo bar undir. Í gegnum vinnu sína eignaðist hann mikið af vinum og kunningjum sem þótti svo gott að geta leita til hans, bæði vegna þess að hann var ótrúlega flinkur á gröfinni og kannski bara besta lýsingin sú, eins og einhver sagði, að það var bara hreinlega eins og hann væri með teskið. Hann var svo óbóðslega nákvæmur á skóflunni. En fólkið þótti gott að leita til hans, bæði vegna þess og ekki síður vegna þess að hann var bara svo skemmtilegur. Hann var svo skemmtilegur maður sem var svo gaman að hafa í kringu sig og ekki síst vegna þess að hann hafði sjálfur svo gaman að atast í fólki, gera svona góðlátlegt grín með ýmsum hætti. Eins og einhvern einu sinni sem oftar að þá var stund milli stríða. Óskar var niðri í Esso og satt þar á skrifstofunni með fæturna upp á borði hjá Gumma félaga sínum og reykti London Docks og þarna dreif að konu sem var að leita að blómabúð. Þá heyrðist í Óskari, blessuð vertu, það engin blómabúð opin í dag, en til að bjarga málum að þá geturðu bara sótt blóm hérna í kerinn fyrir utan og gert þér bara fallegan blómvönd. Konan þakkaði að sjálfsögðu þjónustulunduna og tíndi saman þennan fína blómvönd. En þegar Gummi sem hafði aðeins brugðið sér frá kom aftur og þá var hann ekki alveg eins bjartur eins og áður vegna þess að konan hans hafði verið nýbúin að setja þessi blóm ofan í kerinn aðeins nokkrum dögum áður. Þannig eru til svo ótrúlega margar sögur af allskyns hrekkjum og allskyns gríni sem að Óskar tók þátt í, en stundum gat þetta komið honum koll, eins og fóru kannski ekki alltaf eins og í upphafi stóð til. Eða einhvern tímann, daginn eftir hann hafði verið á balli á hótelinu í Borgarnesi, hitti þar vini sín og viðurkenndi, hann hefði nú kannski hefði hann fengið sér full mikið neðan í því kvöldinu áður og væri eiginlega búinn að koma sér í smá klandur. Því þarna hafði hann hitt menn og meðal annars rætt við þá Hrekkjalómafélagið í Vestmannaeyjum og hafði Óskar eitthvað hliðrað sannleikanum það hvernig félagið hefði orðið til. Og nú var hann búinn að átta sig á því að einn af þessum mönnum þekkti hina sönnu sögu því hann var jú bróðir einn af hinum raunverulegu stofnendum. Og þessu verra var að núna, deginum eftir, hefði þessi menn verið búin að taka sig saman og væru að atast í honum. Þeir voru að gera í honum grín og hann var skotmarki því að nú var síminn ítrekað búinn að hringja og það var alltaf verið að spyrja eftir lækni í símanum hans Óskars. En Óskar, hann dó náttúrulega aldrei ráðalaus og hann var þarna leið og hann var að segja frá þessu, var hann búinn að ákveða það að hann skildi nú snúa á þessa menn sem var að atast í honum. Og næst þegar þeir myndu hringja, þá myndi hann bara segjast vera læknir og veita þeim þá ráðgjöf sem til þyrfti.
Og það leið ekki á löngu. Þar til að síminn hringdi enn og aftur var verið að biðja lækni. Nú, Óskar setti sig að sjálfsögðu í stellingar og fullvissaði þann sem var hinum á línunni að hann væri jú sannarlega læknir. Og þessi sem var hringt inn, hann þetta vantaði smysl vegna þess að í sumarhúsi þarna rétt hjá væri maður með augnsýkingu. Óskar, hann ráðlagði þessum manni heilt að hann væri nú alveg hættur að trúa á þessi blessuðu smysl og miklu árangusríkari til að takast á við slíkar augnsýkingar væri að nota súrmjólk og skyr til þess að lækna þessi mein. Innringjandinn, hann var algjörlega undrandi og spurði mikið þessi nýju vísindin. Og eftir því sem að Óskar lýsti meira og meir kraftinum í súrmjólkinni og skýrinu, að þá fór hringjandinn að efast. Og sagði svo eftir þessa miklu ræðu Óskars Þórs læknavísindin, er þetta ekki örugglega vakthafandi læknir á Hvolsvelli? Og þá svar Óskar, nei, ég gröfumaður í Borgarnesi. Og þá kom sannleikurinn í ljós. Það var enginn að reyna að hrekkja hann, heldur hafði vaktsíminn hjá lækninum á Hvolsvelli óvart verið áframsendur á rangt símanúmer, sem í þessu tilfelli var símanúmerið þess Óskars Þórs Óskarssonar. Það var nefnilega, það var svo merkilegt. Óskar, það var eiginlega ekkert sem kom honum úr jafnvægi, en það var hann sjálfur þessi mikli húmoristi og það kom svo víða fram, ekki síst í tilsvörunum. Og hann varð aldrei orðlaus. Einhvern tímann, að þá var hann á ferð hér Borgarfjörðinn og kom þar að bæ og húsfreyjan kom til dyra og meðan þau voru að spjalla að þá kom út dyrnar eitt og eitt barn og þeim fjölgaði sífellt og þegar þau voru 11 að þá sagði Óskar, átt þú virkilega öll þessi börn? Húsfreyjan, hún játti því og bætti við að hún hefði nú ekki haldið að sér höndum í gegnum tíðina. Og þá gall í Óskari, mér sýnist þó ekki fótunum heldur. Já, það er alveg óhætt að fullyrða að Óskar, hann tók lífinu létt. Var þessi skemmtilegi samferðamaður og hann hafði svo gaman af fólkinu sem að í kringum hann var. Og sérstaklega þeim sem að skári sig úr hópnum með einhverjum hætti og þótti svo mikilvægt að skrásetja sögu þeirra. Hann hafði lengi haft mikinn áhuga á því að taka upp á vídeó og var alltaf vel græjaður með góða axlarvél sem hann átti lengi vel, fór með þetta helst sem víðast, svona samferðarfólkin til mismikilla gleði og endurnýja svo græjurnar eftir því sem að tækninni fleygði fram og fór svo að nota þessa græjur til að taka upp viðtöl við hina ýmsu samferðarmenn á öllum aldri. Og hann lagði alveg ótrúlega mikla vinnu og mikinn tíma í þessi verk og myndbandsspólurnar sem hann búinn að taka upp á, að þær eru orðnar þetta eru ótrúlega mikið og stórt safn og umfram allt. Þarna að finna alveg óendanlega dýrmætt efni sem að sennilega öllu líkindum hefði annars glatast nema vegna frumkvæðis hans Óskars. Og það í rauninni alveg sama hvar borið niður, hann var svo afkastamikill á öllum sviðum og það mætti stundum halda þegar maður fer yfir ævigöngun hans Óskars að hann hafi haft fleiri stundir í sólarhringnum en flestir aðrir. En það var líka þannig að hann vann langa vinnudaga og hann tók sér sjaldan frí. En þegar hann leit upp á vinnunni að þá voru líka stundirnar vel nýttar. Eins og til dæmis þegar hjónin fóru að byggja sér sumarbústað á æskuslóðum Siggu fyrir rúmum 30 árum. Og eftir að hann var tilbúinn að þá voru þau eins mikið á tröðum og mögulegt var. Og þar leið þeim líka svo afskaplega vel. En það umhverfið á tröðum að það skartar þessari einstöku náttúrufegurð og næði frá öllum skarkala. Og það kom því kannski ekki óvart að þegar að færi gafst fyrir 7 árum að þá keyptu þau jörðina og bjuggu þar alla tíð síðan. Óskar fór þá fljótlega að minnka við sér verkin á gröfinni og gafst því
meiri tíma til að sinna þeim verkefnum sem til féllu í sveitinni. Auðvitað sat hann ekki auðum höndum, heldur fóru þau þarna fljótlega að gera upp húsbyggingar, breytti fjárhúsin í hesthús, endurnýjaði vélageymslu og gerði svo fínt í kringum húsin sem var til þess að bærinn var valinn snyrtilegasta býlið í borgarbyggð árið 2017. Það var heiður sem þau hjónin voru afskaplega stolt af og áttu sannarlega skilin. Það er alveg óhætt að fullyrða að þarna leið þeim afskaplega vel. Verkefnin margvísleg, bæði innandyra og utan. Þarna kom hann sér upp góðri skrifstofu og vinnuaðstöðu þar sem að myndbandsspólurnar voru vel flokkaðar og ætlaði hann að koma þeim yfir á stafrænt form svo þau myndu geymast betur. Auk þess að þá sat hann oft fyrir framan tölvuna, sinnti þar ýmsum verkefnum og meðal annars var það fastur liður að deila þar ýmsu merkilegu, ekki síst sínum reglulegu bröndurum sem vöktu víða kátínu. Eignaðist með sér Facebook-vini út af þessum bröndurum sem hann var svo duglegur að deila. Og utandyra að þar voru verkefnin ekki síður af margvíslegum toga. Meðal annars voru þau með báta sem að Óskar notaði talsvert til að renna fyrir fisk og var þá laus undan sjóveikinni sem var að hrella hann á unglingsárunum. Og svo var heilmikil vinna sem fylgdi æðavarpinu og þá ekki síst eftir að tófan fór að sækja í hreiðrin. Það þurfti því að vakta þau vel, jafnt að degi sem nóttu, auk þess sem kom sér vel, hann var ábáslega mikill græjukallan Óskar. Kom sér þess vegna ýmsum búnaði og skynjurum til þess að hjálpa sér við að vakta svæðin. En þegar að færi gafst að þá var hversdagurinn svo brotinn upp með ýmsum hætti og þá einkum með ferðalögum bæði innanlands og utan. Oft fóru þau hjónin á æskuslóðirnar í Vestmannaeyjum, auk þess sem það var fastur liður margra ára skeið að fara til Kanaríeyja þar sem þau hjónin nutu sín sannarlega á þessum sólríku slóðum. Enda voru þau hjónin alltaf meðvituð það hvað þau voru raunverulega lánsöm að eiga hvort annað að á sinni lífsins göng og þau vissu það að í fjölskyldunni áttu þau sinn dýrmætasta fjársjóð. Óskar var sérstaklega stoltur af því að hann tók með sér á móti annarri dótturinni heima við þegar að hún kom í heiminn með miklu hraði. Hann var svo stoltur af hópnum sínum og þótti fátt skemmtilegra en að fá dæturnar, tengdasynina eða afabörnin í heimsókn vestur á Traðir þar sem þau upplifðu sannkallaða ævintýra veröld. Það sem að leyfðist margt meira en annar staðar, hvort sem það var að fá að stýra bátnum, veiða fiskinn sem síðan var notað til þess að útbúa fiskibollur, eða fá að keyra fjórhjólið og fara með afa sínum kletta og sel til að líta eftir varginum. Já, það var einmitt það sem einkenndi þennan tíma ársins í aðdraganda varpsins að vera á eftirliti bæði dag og nótt. Passa að vargurinn kæmist ekki að. Óskar var einmitt á þeirri vakt þegar hann var bráðkvaddur þann 31. maí síðastliðinn. Með Óskari er genginn þessi einstaki maður sem við kveðjum í dag með söknuði. Maður sem var svo ljúfur, svo kátur og svo einstaklega þrjóskur. En umfram allt var Óskar Þór þessi góði maður sem við kveðjum í dag með söknuði. Það er sárt að kveðja, en það er svo margt fyrir að þakka og þess vegna getur maður sagt, farðu í friði. Farðu í frið okkar kæri Óskar Þór og hafðu þökk fyrir allt sem þú gafst með þinni ævigöngu. Amen.
geta sungið, lifað leikið sér, létt í spori hvar sem og við öldum niðum aftan stund, eiga leyndarmál og ástarfund. Við skulum nú rísa úr sætum. Óskar Þór, af jörðu ertu kominn, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upp rísa. Hvíl í friði, okkar kæri Óskar Þór. Amen.
kannski aftur á vegi mínum þú. Skynir að sá af himnum falla tá, þar til að storminn er læg. Þar tíminn sé grá, gefum þessu á, þar til að storminn er læg. Gefum þessu á, þar til að storminn hefur lægt. Ísland land þitt og ávallt þú geymir. Ísland í huga þér hvar sem þú ferð. Ísland landið sem ungan þig dreymir. Ísland í vonana birtu þú sér. Ísland í sumarsins algræna skrúði. Ísland með blikandi norðljósa traf. Ísland að feðranna afrekum hlúði. Ísland foldinn sem lífið þér gaf. Íslensk þjóðin sem arfinn þinn geymir. Íslensk tunga þín skýr eins og gull. Íslensk sú lind sem æðar þér streymir. Íslensk vonin af bjartsýni full. Íslensk vornóttin
mér trúin á frelsisins von. Ísland land þitt, því aldrei skal gleyma. Íslandi helgar þú krafta og stað. Íslenska þjóð, þér ætlað að geyma. Íslenska tungu, hinn dýrasta. Ísland sé blessað aldanna raðir. Íslenska moldin lífið þér gaf. Ísland sé falið þér eilífi faðir. Ísland sé frjálst meðan sól gýs.